Velkomin aftur. Nú erum við komin með kæra nágranna okkar í hináttina aðeins lengra hérna, Borgnesinga. Velkomin hingað á Görðum og Akranesi. Írska daga. Takk. Hvað þið verðið hérna alltaf helgina, ekki? Þið ætla ekkert að fara. Nei, hvað að frétta Borgarnesi? Það bara allt gott að frétta þaðan. Það nýbúin að vera hátíð þar, bæjarhátíð, Brákarhátíðin síðustu helgi sem að lukkaðist vel og margt skemmtilegt að vera þá. Já. Þú ert nýkominn, eða ekki? Jú, tekið við störfum hjá Borgarbyggð, ekki bara hjá Borgarnesi. Nei. Borgarfjörðurinn og Mýrasýslan. Jú, það allt gott að frétta ofan og mikið að gerast. Já, ég svona að setja mig inn í hlutina. Já, styrkri hönd, gerluar. Já. Nóg að gera á þeim vettvangi. Já. Ekki töluverið umferð Borgarnes? Þið fáið allan strauminn til ykkar? Já, það mikil umferð. Já. Bæði niður í Lásveitum og eins í uppsveitunum. Þannig að og fer bara vaxandi. Já. Það ekkert annað að sjá sko. Nei. Það hafa verið að styrkjast líka ákveðnir seglar í ferðaþjónustunni hjá okkur eins og ísgöngin í jöklinum og þetta kallar auðvitað á svona aukna aðsókn ferðamanna og við finnum fyrir því og gleðjumst yfir því að straumurinn liggur í auknum mæli vestur. Og það svona töluvert mikil uppbygging að verða í ferðaþjónustunni. Það að bætast við hótel, verið að stækka þau. Núna verið að byggja nýtt hótel í Borgarnesi og stækka glæsilegt hótel í Húsafelli. Bara á síðustu vikum opnuðu nokkrir veitingastaðir í Borgarnesi og einn í Brúarási og þannig að svona bæði afþreying og þjónusta við ferðamenn og heimafólk að aukast töluvert sem bara jákvætt og þá verða líka til ný störf og þannig það frábært. Alltaf að þannig að þið lítið ferðamannastrauminn í ákveðum augum. Já, mikil ósköp, hann náttúrulega felur bara í sér tækifæri og möguleika og enda ekkert skrítið að Borgarfjörðurinn og Vesturlandi sé fjölsótta ferðamenn. Þetta svo magnað og frábært svæði. Bæði til sjávarins og til landsins sko. Já, þið náðu náttúrulega hann alveg lengst upp að jöklunum. Já, alveg lengst upp að jöklunum. Það má í þessari góðu upptalningu sem Gellu var með, það má ekki gleyma því að það var verið að opna aðgengi að Víðgelmi. Víðgelmi, sem er einn af frægustu hellum landsins. Upp í Fljótstungu. Sem er náttúruvætti á hérna stóru mælikvarða. Þannig að það mikið að gera þarna frá, mjög mikið og komið mjög skemmtilega á óvart þegar ég fór svona að kynna staðstæðum betur hvað gríðarlega mikið að gera þarna. Já, þetta opinn þessi hellir? Já, hann var sem verið að opna hann fyrir skipulagar skoðunarferðir. Já, þannig að það bókað í þær, ekki? Já. Ok. Og meira, það gott að Borgnesingar og Borgfirðingar akkurat og Mýramenn síðan að bregðast við auknum ferðamannastraumi þarna upp eftir. Svo að verða til náttúruböð hjá okkur líka. Það að opna núna í júlí náttúruböð við Deildartungu sem að kallast Krauma. Þar verða svona heitar og kaldar laugar í vatnsmesta hvera Evrópu. Og sem með vatni úr honum og þar nú þegar gríðarlega mikil aðsókn bara að þessum hver og verður til núna svona meiri afþreyingi kringum hann og þjónusta. Þannig að við erum svona, Borgfirðingar eru í auknum mæli að svona nýta sér þennan aukinn fjölda ferðamanna og byggja upp einhver spennandi afþreyingu þannig að fólkið nú nægir ekki að keyra bara í gegnum Borgarfjörðinn heldur þarf að stoppa helst í 2-3 daga því að það þarf að skoða svo margt spennandi. Sagðirðu að þetta opnar í sumar? Já, bara núna í júlí. Júlí, ágúst. Náttúruböð upp í Deildartungu. Er ekki rétt hjá mér að til dæmis skagamenn eru með vatn úr Deildartungu? Jú. Það leitt allavega von. Já, þetta er stærsti. Borgarfjarðar og Akranesveitan. Já, fer þetta eitthvað víðar? Í Borgarnes, ofan úr Deildartungu hver í gegnum samfélagið og niður í Borgarnes og hinga niður á Akranes. Já. Og það má segja ef við erum að fara yfir það sem er að gerast þarna upp frá þá það er mjög spennandi verkefni þetta í uppsveitunum sem hefur ákveðna bækistöð í Húsafelli, það er Saga Jarðvangur sem er svona ramma inn náttúruna, söguna, sjálfbærni, hugsunina og fleira sem tengist ferðaþjónustunni. Það er svona í stíl við það sem hefur til dæmis verið gert á Reykjanes sem er Reykjanes Geopark.
og þetta svona sko hliðstætt eða næsti bær við þjóðgarðshugmyndina, það svona, þetta svona ákveðin innrömmun á þessu svæði, ekki bara sko jarðfræðilega séð, heldur menningarlega og sögulega og svo framvegis sko. Það náttúrulega gríðarlega, þetta svæði náttúrulega gríðarlega ríkt af svo mörgu og verður spennandi að sjá hvernig það þróast. Samfélagið í Húsafelli sjálfbært, eða ekki, með vatn og rafmagn og bæði heitt og kalt vatn? Já, það passar. Það hefur verið að keyra þessu. Er það inn í þessum garði? Já, þetta verkefni hefur svona, það hefur verið að þróa þetta áfram, þetta svona á byrjunarfasa, komast af hugmyndafræðinni yfir á framkvæmdastig og hefur svona sinn uppruna og ákveðið miðpunkt í Húsafelli. Já. Sem er mjög spennandi hvernig það þróast sko. Og hluti af þessu ferli að í ágúst koma sem sagt fulltrúar frá UNESCO til þess að svona fari gegnum ákveðið vottunarferli. Þannig að það er margt að gerast í borgarbyggð. Já, gríðarlega uppbygging. Man þegar landnámssetrið byrjaði á sínum tíma, að þá var það svo stórt og mikið í samfélaginu, eða sem sagt þetta var svo frábært frumkvöðlastarf sem þau unnu sko. Og svo finnst manni svoleiðis perlur vera að rísa allan borgarfjörðinn sko. Já, það er náttúrulega alveg geysilega merkileg starfsemi sem þar hefur átt sér stað sko í gegnum tíðina og virkilega sannað sig. Og fordæmisgefandi í rauninni, hvað er hægt að reka? Algjörlega. Þau eru nýbúin að halda upp á 10 ára afmæli og bara gengur gríðarlega vel, mikil og skemmtileg starfsemi þar og góður matur. Og það er gaman að koma í hádeginu og fá alveg frábært svona grænmetishlaðborð, ég fær þangað mjög gjarnan. Já, þau hefur verið að keyra svo hollustunni. Já. Vitulegt. Og líka með þessar öflugu sýningar, það eru alveg frábærar svona einstaklingssýningar á landnámssögunum, eða ekki? Jú, mjög bara fróðlegt að fara þangað og mikið af skólahópum sem sækja þar líka. Þannig að það er margt spennandi í gangi hjá okkur. Þannig að þú sér ekkert eftir að hafa tekið þessu starfinni eftir það? Það er fullt seint að sjá eftir því núna. Nei, ég er náttúrulega afskaplega gladur með að hafa náð í enda á þessari vegferð sem að byrja bara sem hugmynd. Og svo fer í gang einhver ferill og svo kemur niðurstaða. Þannig að ég er bara afskaplega sæll með það sko. Ég er ekkert ókunnugur borgarfirðinum og borgarfjarðarhéraðinu sko, en þannig að ég vissi svo sem nokkuð að byrja í gegn. Þannig að allir að ekki bara að fara í gegnum borgarna, heldur stoppa og kíkja upp í sveitir og svona. Já, mikil ósköp. Laugur býr einmitt á Hvanneyri og þar er menntaður á Hvanneyri líka og þar er verið að undirbúa núna Hvanneyrahátíð sem verður haldin eftir rúma viku, laugardaginn 9. júlí og það er hátíð sem á sér svona einhverja margra ára eða áratuga sögu og hefð en er svona nýbúið að blása enn meira lífi í aftur af heima fólki og þar verður skemmtileg dagskrá á laugardaginn sem sagt 9. verður svona markastemning og tónleikar og mikið að vera. Hvetjum fólk til þess að kíkja á það. Við ætlum að njóta í Skundögum. Ég þakka ykkur fyrir komuna og við ætlum að taka örstutt hlé og taka á móti næstu gestum. Takk. Takk fyrir kærlega.